Komið sæl og blessuð því sem eruð að horfa og hlusta. Ég hér búin að draga spil og vonandi einhver sem getur tekið til sín og nýtt sér það sem hér kemur fram. Staðan sem hér verið að tala varðandi fjölskyldu eða fólk í næru umhverfi. Það eru vangaveltur varðandi búsetu, það eru vangaveltur varðandi það að aðstoða eða hjálpa einhverjum sem býr í námunda við þig. Hér koma upp tvær kvennorkur sem að mér finnst geta verið systur og þær vinna saman að ákveðnum hlutum, ákveðnum markmiðum varðandi þennan hóp. Það er aðili hérna sem að ef til vill þarf á aðstoð að halda varðandi heilsu eða getur ekki bjargað sér algjörlega sjálfur og ég sé að pælingarnar hjá þessum tveimur konum eru að aðstoða viðkomandi á einn eða annan hátt. Aðstoðin getur falið í sér hjálp við eitt eða annað eða getur verið í formi gjafar. Gjöfin kemur mjög sterk hérna inn. En hvað það er sem er verið að velta fyrir sér að gefa fæ ég ekki alveg til mín ennþá, ef til vill kemur það á eftir. Það sem er erfitt í þessari stöðu, það er það að viðkomandi gæti verið of stoltur til að þiggja aðstoð. Hann gæti verið í vörn og gæti látið sem að hann þurfi ekki á aðstoðinni að halda eða eitthvað hafi komið upp í fortíðinni hjá honum sem að veldur því að hann á erfitt með að þiggja hjálp hreinlega og sú staða getur verið snúin. En það er eitthvað sem að kemur upp á sem að mun valda því að hann þarf í raun og veru að skipta skoðun og horfa á hlutina frá öðru sjónarhorni. Ástæðan fyrir því líka hvers vegna hann vill ekki þiggja þessa hjálp er það að hann er mjög tilfinningalega viðkvæmur og hann er hræddur við að sýna tilfinningar og óttast það að eitthvað komi eitthvað komi upp í þessu ferli sem að krefst þess að hann þurfa að sýna tilfinningar, til dæmis með því að vera auðmjúkur eða þakka fyrir sig. Ykkur finnst þetta við skrítið að heyra þetta en trúið mér, það eru margir í þessari stöðu því miður sem eru lokaðir á þennan hátt og þeir eru sjálfur sér verstir ef maður getur sagt svo, en þetta er ákveðin lærdómur fyrir viðkomandi manneskju að snúa þessu blaði við. Ég sé að þessum einstaklingi líður alls ekki vel og ég ætla að taka núna nokkur spil í viðbót til að sjá hvert framhaldið verður.
Þetta gæti snúist það að halda boð eða halda veislu einhvers konar eða bjóða fólki að koma og fagna saman, hvort sem að það heima hjá viðkomandi eða annar staðar, en það snýst hann. Eitt sem ég fæ hérna til mín að þetta veisla til dæmis eins og afmæli eða eitthvað slíkt sem að þér og fleirum í kringum þig finnst að þurfi að halda upp á og minnast og ykkur langar að leggja ykkar á mörkum til þess að gera það að veruleika. Þetta ennþá allt á hugmyndastigi og það bara mjög mikilvægt að þið farið rólega inn í þetta ferli. Þetta verður ekki alveg, þetta á ekki eftir að ganga alveg smurt, ef ég get sagt það þannig. En einhvern veginn finnst mér eins og þetta sé veisla sem ef til vill verður haldin að hluta til allavega úti við að kvöldi til. Að kvöldi til og jafnvel fram á nóttina. Þegar þetta afstaðið, þegar þessum fögnuði lokið og þegar að gestir eru búin að koma og fara, þá held ég að þessi einstaklingur eigi eftir að sjá hversu mikilvægt þetta var og hann mun gleðjast eftir á og þakka mikið vel fyrir sig. Þetta svolítið skrítið, finnst mér að þetta skuli koma hérna í spilum, en þetta eitthvað sem að ég stýri engan veginn. Ég bið bara að það komi í gegn sem þarf að koma. Þannig að einhver ykkar sem að horfa og hlusta í þessum sporum eða í þessum pælingum og þarf kannski einhvers konar innsýn varðandi þetta. Það svo misjafnt hvernig okkur finnst staða í lífinu vera, það að einhver skuli vera að þrjóskast við og vilja ekki taka þátt á þennan hátt sem ég var að tala þetta getur bara verið stórt mál fyrir suma. Þó að í okkar tilviki finnst okkur þetta ekki vera neitt tiltökumál. Allavega það verða ákveðin þáttaskil þegar þetta afstaðið, þessi veisla eða þessi fögnuður. Það verða þáttaskil sem verða til hins betra fyrir þessa manneskju. Og það í raun og veru eins og heilsa viðkomandi taki smá stakkaskiptum við þetta og allavega léttist á honum brúnin. Þetta á eftir að vekja hann til umhugsunar stöðu sína og valda miklum breytingum í hans lífi. Og ég segi hans, þá ég að tala einstaklingin, ekki endilega það að þetta sé karlmaður eða manneskja með karlkyns orku. Það verður viðsnúningur og ég held að þessu tímabili í lífi þessa einstaklings sé það bil að ljúka, afsakið þetta, og það taki við nýjir tímar þar sem viðkomandi á eftir að byggja meira líf sitt á því að vera í tengslum við aðra. Ég sé meiri gjafmildi en áður og ég sé viðkomandi opnast meira upp. Það að segja þar sem áður hann var lokaður.
og hann stendur uppi sem sigurvegari í þessu lífi. Og það sem var eitt af því sem var lokað áður varðandi þennan einstakling, það var það að, og nú er ég fann að tala í þátíð, hann var mjög heimakær, en er núna partur af því sem er að opnast það að hann er tilbúinn að fara meira út af heimilinu og taka sér ferðalög á hendur. Taka áhættur, taka meira þátt í lífinu, njóta lífsins á annan hátt en áður, bara fallegt. Og þú sem ert að hlusta eða horfa átt stóran þátt í þessari breytingu vegna þess að þú eða þið hafið ákveðið að gefast ekki upp á þessum einstaklingi, heldur taka málin svolítið föstum tökum, samt ekki með neinu offorsi, heldur gefa hlutunum svolítið tíma og gera hlutina hægt og hljótt, ef ég má segja sem svo. Já. Það að njóta lífsins, ferðast, taka áhættu, vera hugrakkur og halda fram á veginn. Það er útkoma sem hér er sýnd fyrir þennan einstakling og hver sem hann er, hvernig sem hann tengist þér, hvort hann er partur af þínum nánustu eða fjarskyldur eða góður vinur eða hvernig sem það nú er, þá er tengingin á milli ykkar mjög sterk og breytingin sem hér verður er mjög afgerandi. Ég óska þér og ykkur alls hins besta með þetta, ljós og kærleikur.